Rektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, ágætu kandidatar, góðir gestir, nær og fjær, verið öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Óla Guðný Geirsdóttir og dósent matvæla- og næringarfræðideild á heilbrigðisvísindasviði. Mér það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra haldið bið ég alla að slökkva á farsímum svo að þeir trufli ekki athöfnina. Brautskráning hér í dag skipt í 2 athafnir. Nú fyrir hádegi brautskráðskandidatar úr grunn- og framhaldsnámi frá deildum félagsvísindasviðs og verkfræði og náttúruvísindasviðs. En hér á eftir munu brautskráðskandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum heilbrigðisvísindasviðs, hugvísindasviðs og menntavísindasviðs. Við skipulagningu athafnarinnar hefur verið lögð áhersla á að hún sé örugg með tilliti til sóttvarna. Því hefur Laugardalshöll verið skipt í hólf og kandidatum deilt á þau eftir fræðasviðum. Og allir kandidatar bera andlitsgrípu á meðan þið sitjið í ykkar sætum en taka mátt grímurnar niður þegar gengið upp á sviðið. Því miður gera sóttvarnakröfur einnig að verkum að gestir geta ekki verið viðstaddir athöfnina að þessu sinni. En beint streymi verður fyrir aðstandendur og aðra áhugasama. Hlekkurinn á streymið auglýstur á heimasíðu Háskóla Íslands. Að athöfn lokinni verður upptaka af henni einnig gerð aðgengileg. Góðir gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, Dr. Jón Atli Benediktsson, flytja ávarp. Gjörðu svo vel. Forsetar fræðasviða, deildarforsetar, kandidatar, starfsfólk Háskóla Íslands, góðir gestir, nær og fjær. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessarar uppskeru hátíðar Háskóla Íslands. Hún markar tímamót í starfi skólans því vonir standa til að hlutirnir færist nú aftur í eðlilegt horf eftir langa og stranga baráttu við skæðan heimsfaraldur. Því einstaklega ánægjulegt að sjá ykkur öll samankomin hér í dag. Það boðar
betri tíð. Þið megið svo sannarlega vera stolt, kæru kandidatar af árangrinum sem þið hafið náð og staðfestur með prófskírteinunum sem þið takið við hér á eftir. Þið hafið unnið af kappi og eljusemi við óvenjulegar aðstæður. Háskólanám sannarlega krefjandi við bestu skilyrði en þið hafið náð settu marki við einhverjar erfiðustu kringumstæður sem íslenskir háskólanemar hafa nokkru sinni glímt við. Ég óska ykkur innilega til hamingju með daginn og árangurinn. Við starfsfólk Háskóla Íslands höfum notið samfylgdarinnar við ykkur, höfum bundist ykkur traustum böndum og erum stolt af hverju og einu ykkar og ykkur öllum til samans. Við lítum svo á að við eigum hluti í ykkur eins og fjölskyldur ykkar og vinir sem samfagna með ykkur í dag. Það þarf úthald, seiglu og þrautseigju til að ná settu marki þegar flestar forsendur bresta fyrirvaralaust. Ekkert ykkar gat séð fyrir heimsfaraldur þegar þið hófuð nám í Háskóla Íslands. Enga síður tókst ykkur ætlunarverkið. Í því fólgin mikil reynsla og lærdómur sem þið takið með ykkur út í lífið og mun nýtast ykkur, ekki síður en sjálf prófgráðan. Við vitum ekki hvaða áskoranir bíða handan við hornið eða hvernig veröldin velkist, en frammistaða ykkar undanfarið ár hefur ótvírætt sýnt að þið eru í stakk búin til að takast á við framtíðina. Samfélagið mun horfa til ykkar ekki bara sem vel menntaðra sérfræðinga, heldur einnig sem leiðtoga sem mun leiða Ísland áfram næstu kynslóð. Með aukinni þekking og færni kemur aukin ábyrgð sem ég sannfærður að þið munið axla með sóma. Leiðarljós Háskóla Íslands undanfarin misseri hefur verið að tryggja gæði náms ykkar og búa svo hnútana að prófgráður ykkar standist alþjóðlegar kröfur. Þið hafið tekið fullan þátt í þessu verkefni með sveigjanleika, ástundun og seiglu. Á sama tíma höfum við sem rannsóknarháskóli gefið okkur tíma til að gaumgæfa áhrif heimsfaraldursins á starf skólans. Í því sambandi hafa meðal annars verið skoðaðir þættir á borð við líðan, námsárangur og tengslanet nemenda. Ein jákvæðasta niðurstaða þessara athugana að brotthvarf nemenda hefur ekki aukist á þessum erfiðu tímum. Þetta fyrst og fremst góður vitnisburður seiglu ykkar, kæru kandidatar. Á hinn bóginn hefur félagslegt tengslanet nemenda veikst á tímum faraldursins og á það ekki síst við fyrsta árs nema. Þetta þarf ekki að koma óvart því samfélag nemenda og kennara hefur orðið fyrir ágjöf og munum við leita allra leiða til að bæta úr því. Ég vona einnig, kæru kandidatar, að þið munið kappkosta að styrkja ykkar eigin félagslegt tengslanet nú þegar samfélag okkar allra í heiminum að opnast aftur. Maðurinn einn ein nema hálfur, með öðrum hann meiri en hann sjálfur, segir í ljóði Einars Benediktssonar. Við höfum þurft að reiða okkur á stafræna tækni undanfarin misseri og höfum öll öðlast aukna færni á því sviði sem mikilvægt í ljósi þeirrar stafrænu umbyltingar sem nú gengur yfir á flestum sviðum. Áskorunin sem við nú stöndum frammi fyrir þessi: hvernig getum við nýtt stafrænu tæknina til að auka gæði náms og kennslu og rannsóknarstarfs og leið minnkað álag á starfsfólk og nemendur skólans. Þetta í raun spurning sem ávallt fylgir nýrri tækni. Viljum við að tæknin þjóni okkur eða eigum við að þjóna tækninni? Grunngildi Háskóla Íslands breytast ekki þótt ný tækni komi til sögunar. Á sama tíma ljóst að þróun stafrænnar miðlunar breytir alþjóðlegu umhverfi háskóla. Þannig mun samstarf háskóla þvert á landamæri aukast
og samkeppni nemendur harðna að sama skapi. Því vinnum við nú markvisst að því að nemendur við Háskóla Íslands geti í náinni framtíð víkkað sjóndeildarhring sinn með því að skrá sig í námskeið við Evrópska háskóla fyrir tilstilli Aurora samstarfsnetsins, neti 11 öflugra háskóla sem Háskóli Íslands veitir forystu. Og nemendur í sumarskóla Háskóla Íslands geta skráð sig í einingabær netnámskeið sem byggjast á samstarfi við suma virtustu háskólum heims í gegnum edX samstarfsnetið sem Háskóli Íslands aðili að. Háskóli Íslands fagnar þessa dagana 110 ára afmæli sínu. Í vetur höfum við lagt mikla vinnu við að móta nýja stefnu fyrir Háskóla Íslands fyrir næstu 5 ár, HÍ 26, sem samþykkt var í háskólaráði fyrr í þessum mánuði og kynnt á ársfundi háskólans í byrjun vikunar. Nýja framtíðastefnan sem unnin var í víðtæku samstarfi starfsfólks, nemenda og ytri hagsmunaaðila mun varða leiðina fram á við og gera okkur kleift að stilla saman strengi til að gera góðan háskóla enn betri, en yfirskrift stefnunar betri háskóli, betra samfélag. Markmið Háskóla Íslands hefur verið frá stofnun árið 1911 helgað þeirri hugsjón að efla og bæta íslenskt samfélag og má fullyrða að leitun að háskóla sem hefur haft viðlíka áhrif á sitt samfélag. Þegar skólinn var stofnaður ríkti á Íslandi örbirgð á flestöllum sviðum, en mjór mikils vísir. Háskóli Íslands hefur undanfarinn áratug raðast meðal bestu háskóla heims og frá upphafi hefur hann brautskráð 55.000 nemendur sem hafa byggt hér upp samfélag sem á fáa sína líka. Við fögnum því í dag að þið, kæru kandídatar, bætist nú í þessa öflugu sveit vel menntaðra einstaklinga sem lætur í auknum mæli til sín taka á innlendum og erlendum vettvangi. Fyrir það ber að þakka og af því getum við öll verið stolt. Sagan nemur ekki staðar og þessar mundir endurspeglar styrkur Háskóla Íslands ekki síst í sívaxandi alþjóðlegu samstarfi við virtar vísindastofnanir allan heim. Hér nýtir skólinn og nýtur þess að hann mælist ár eftir ár í fremstu röð á virtum matslistum yfir bestu háskóla heims og þetta gerir okkur að eftirsóknarverðum samstarfsaðilum. Íslenskt samfélag nýtur góðs af straumi nýrra hugmynda og þekkingar sem berst hingað til lands í gegnum þátttöku vísindafólks skólans í alþjóðlegu fræðasamstarfi. Leið gefur þetta prófgráðum ykkar, kæru kandídatar, aukið verðgildi og opnar ykkur óþrjótandi tækifæri, hvort sem þið hyggið á frekara nám eða starf. Veröldin öll vettvangur ykkar og leikvöllur. Leitin að nýrri þekkingu lífríki, samfélagið og okkur sjálf aðalsmerki Háskóla Íslands. Þekkingaleitin beinist nú í auknum mæli að því að skilja hvernig við getum mætt ágengum áskorunum og ógnum, en ekki síður því hvernig við getum nýtt ókönnuð tækifæri til að tryggja farsæld mannkyns og lífríkis ókomna tíð. Við Íslendingar upplýst þjóð og látum stjórnast af því sem sannara reynist og traust okkar á vísindum hefur eflst til muna á undanförnum misserum. Það ekki að ástæðulausu? Kjörorð Háskóla Íslands úr ljóði Jónasar Hallgrímssonar, vísindin efla alla dáð og munu þau leika lykilhlutverk í að móta sjálfbært samfélag framtíðarinnar. Hér reynir á öll fræðasvið háskólans, frá verkfræði, náttúru og heilbrigðisvísindum til hug-, félags- og menntavísinda. Þótt það sé skiljanlegt til skemmri tíma litið, þá megum við ekki falla í þá freistni að leita í blindni í fyrra far, heldur þurfum við að leita nýrra lausna til að mæta umhverfisógnum og loftslagsvá.
Við þurfum ekkert minna en nýtt hugafar og nýjan mannskilning. Ég leyfi mér að vona að heimsfaraldurinn verði kveikjan að því að breyta hugsunarhætti okkar allra og hann muni leiða okkur fyrir sjónir hvernig við getum náð markmiðum okkar og átt áfram fagurt líf í sátt og samlyndi við annað fólk, umhverfi okkar og lífríki. Þess vegna leggjum við höfuðáherslu á sjálfbærni í víðum skilningi í nýrri stefnu Háskóla Íslands. Nú lag. Segja má að eitt stærsti lærdómurinn af heimsfaraldrinum hafi einmitt verið sá að mannkyninu öllu tókst það sem var áður talið ómögulegt að standa öll saman gegn aðsteðjandi ógn. Kæru kandídatar, ég hef gert hérna óræðu framtíð að umræðuefni hér í dag, en með allt sem þið hafið nú í höndum og afrekað er framtíðin ykkar og hún er björt. Nú gangið þið út í daginn í sumarsins algræna skrúði eins og skáldkonan Margrét Jónsdóttir orti. Þið munið helga kraft ykkar og starf, leitin að lausnum á sameiginlegum viðfangsefnum okkar. Þið munið vaxa og eflast við hverja áskorun sem þið takist á við af heilum hug með það veganesti sem þið hafið fengið í Háskóla Íslands. Ég óska ykkur gæfu og góðs gengis í öllu því sem þið takið ykkur fyrir hendur í lífi og starfi á komandi árum. Innilega til hamingju með daginn. Við þökkum rektor fyrir hans góða ávarp. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 15.700 nemendur í námi við háskólann. Af þeim eru 9.500 í grunnnámi og 6.200 í framhaldsnámi. Þar af 690 nemendur í doktorsnámi og 2.100 í viðbótarnámi á meistarastigi. Frá síðustu brautskráningu í júní síðastliðinn hafa 76 lokið doktorsprófi frá háskólanum. Hér á eftir munu 1525 kandídatar frá öllum 14 deildum heilbrigðisvísindasviðs, hugvísindasviðs og menntavísindasviðs brautskrást og grunn- og framhaldsnámi og viðbótarnámi á meistarastigi. Nú fyrir hádegi gengu 1023 kandídatar frá deildum félagsvísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs fengu afhent prófskírteini sín við hátíðlega athöfn. Alls verða því hvorki meira né minna en 2548 kandídatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag, sem met í 110 ára sögu Háskóla Íslands. Þetta glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverra deildar. Ég vil líka minna kandídata á að ganga merkingu á gólfi sviðsins hér mér á hægri hönd. Bíða þar til nöfn þeirra er lesin upp og ganga svo til deildarforseta sem afhendir þeim prófskírteini. Að því búnu ganga þeir fram fyrir púltið, yfir til rektors sem heilsar hverjum kandídat. Loks ganga þeir niður á sviðinu. Þá hefst brautskráning kandídata. Fyrst stýrir Inga Þórsdóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs, brautskráningu kandídata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni brautskráðir 672 kandídatar frá öllum 6 deildum heilbrigðisvísindasviðs, 257 úr framhaldsnámi og 415 úr grunnnámi. Fyrst mun Herdís Sveinsdóttir, forseti hjúkrunarfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í hjúkrunarfræði brautskrást Anna Halla Birgisdóttir,
Arnfríður Magnúsdóttir, Birna Rut Aðalsteinsdóttir, Elín Gróa Guðjónsdóttir, Fanny B. Miller Jóhannsdóttir, Guðrún Stefánsdóttir, Gyða Valdís Guðmundsdóttir, Íris Hrönn Sigurjónsdóttir, Jóhanna Lind Guðmundsdóttir, María Kristjánsdóttir, Regína Böðvarsdóttir, Tetja Lankatialaga. Með MS-próf í ljósmóðurfræði til starfsréttinda brautskrást Elva Lind Einarsdóttir, Hildur Holgersdóttir, Ilmur Björg Einarsdóttir, Kristín Haldánadóttir, Laufey Rún Ingólfsdóttir, Anna Lilja Guðjónsdóttir, Lilja Vigfúsdóttir. Með MS-próf í ljósmóðurfræði brautskráist Guðrún Pálsdóttir, með BS-próf í hjúkrunarfræði brautskrást Aðalbjörg Assa Björnsdóttir, Agnes Eva Skeving Gísladóttir, Alma Kristín Ólafsdóttir, Andrea Kristín Pálsdóttir, Arna Rós Bragadóttir, Berglind Rós Bergsdóttir, Birna Ýr Magnúsdóttir, Björk Jónmundsdóttir, Brynhildur Dóra Borgarsdóttir, Dagmar Þóra Öldudóttir, Daníela Rut Danielsdóttir, Edda Sigríður Sigfinnsdóttir, Edda Þórisdóttir, Elín Dóra Elíasdóttir, Elín Borg Lórens Þórðardóttir, Elísabet Ósk Þorsteinsdóttir, Emma Lind Guðmundsdóttir, Emma Klara Jósefína Lingmann, Emma Louise Vinró, Erla Hrönn Ásgeirsdóttir, Eva Björk Kristinsdóttir, Eva Ösp Sæmundsdóttir, Eyrún Baldursdóttir, Eyrún Eðvaldsdóttir, Guðbjörg Pétursdóttir, Guðrún Anna Hákonardóttir, Guðrún Jóna Ólafsdóttir, Gunnhildur Viðarsdóttir, Gyða Sigrún Sigurðardóttir, Hafrún Hlín Sigfúsdóttir, Halldóra Dögg Jónsdóttir. Hanna Mjöll Þórsdóttir, Heiða Þórarinsdóttir, Heiðdís Anna Marteinsdóttir, Heiðrún Dóra Jónasdóttir, Heiður Karítas Andersdóttir, Helena Ríkey Leifsdóttir, Helga Rún Björgvinsdóttir, Helga Guðrún Jónmundsdóttir, Helga Björk Vigfúsdóttir, Hildur Kristín Kristjánsdóttir,
Hildur Björk Skúladóttir, Hlín Axelsdóttir, Hólmfríður A. Alexandersdóttir, Hulda María Albertsdóttir, Hulda Sóley Ómarsdóttir, Inga Rún Óskarsdóttir, Ingimunda Hersisdóttir, Íris Rós Hauksdóttir, Íris Helgudóttir, Jenny Lynn Leonen Marquez, Jenny Lind Óskarsdóttir, Jónas Daði, Karen Dröfn Gísladóttir, Jónas fjarverandi, Katrín Brynjarsdóttir, Katrín Víðisdóttir, Kristín Edda Kristjánsdóttir, Kristrún Kristjánsdóttir, Kristrún María Ólafsdóttir, Lára Hafrún Tumadóttir, Lilja Dís Pálsdóttir, Magdalena Lára Sigurðardóttir, Maren Sól Benediktsdóttir, Monika Eiðsdóttir, Móeiður Klausen, Ólöf Októsdóttir, Ragnheiður Ragnarsdóttir, Ragnhildur Anna Ólafsdóttir, Rakel Sif Magnúsdóttir, Sandra Ósk Kristjánsdóttir, Sandra Þorsteinsdóttir, Sara Hildur Tómasdóttir Brím, Sara Dröfn Valgeirsdóttir, Sesselja Theodórsdóttir, Signý Bergsdóttir, Sigríður Freydís Gunnarsdóttir, Sonja Lára Axelsdóttir, Sóley Rut Purkhus, Svanhildur Lísa Leifsdóttir, Tinna Rún Sigurðardóttir Sjolts, Vala Ormarsdóttir, Valdís Ösp Gísladóttir, Vildís Hekla Gísladóttir, Ylva Rún Jörunsdóttir, Þorbjörg Ólafsdóttir, Þóra Björg Jóhannsdóttir, Þórdís Guðmundsdóttir, Þórhildur Björgvinsdóttir, Þórunn Ingólfsdóttir, Þrúður Guðmundsdóttir. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá hjúkrunarfræðideild. Næst mun Elín Soffía Ólafsdóttir, forseti lyfjafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í lyfjafræði brautskrást Ástrós Óskarsdóttir, Dagur Andri F. Hjaltalín, Erna María Jónsdóttir, Guðlaug Rós Pálmadóttir, Guðný Eygló Baldvinsdóttir, Hera Jóhannsdóttir, Ísak Máni Stefánsson, Jóhanna Steinþóra Gústafsdóttir, Ólöf Eir Hoffrits,
Selma Dögg Magnúsdóttir, Sigrún Arna Jónasdóttir, Sólveig Sara Ólafsdóttir, Thelma Rós Kristjánsdóttir, Þórunn Eydís Jakobsdóttir og með MS-próf í iðnaðarlíftækni brautskráist Guðrún Jóna Baldursdóttir, með BS-próf í lyfjafræði brautskrást Bergþóra Lára Hilmarsdóttir, Dagmar Ísleifsdóttir, Diljá Rún Sigurðardóttir, Guðný Björk Proppe, Harpa Ýr Jóhannsdóttir, Hulda Ósk Bergsteinsdóttir, Ingimar Jónsson, Júlía Karítas Helgadóttir, Katrín Silja Gunnarsdóttir, Katrín Þóra Gunnarsdóttir, Klinga Sofía Demeni, Kristín Rún Gunnarsdóttir, Kristófer Haukur Hauksson, Ragnar Axel Adolfsson, Rakel Sif Kristjánsdóttir, Rut Matthíasdóttir, Senía Guðmundsdóttir Gaviller, Sigríður Rut T.H. Barker, Sveinn Hlynur Tómasson, Sævar Hrafn Jóhannsson, Tryggvi Leó Guðmundsson. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá lyfjafræðideild. Næst mun Engilbert Sigurðsson, forseti læknadeildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í geislafræði brautskrást Elías Jóhannesson, Helena Ýr Gunnarsdóttir, Hrafnhildur Karla Jónsdóttir, Oddný Árnadóttir, Sandra Mjöll Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Sigurðardóttir Mikkelsen. Með MS-próf í lífeindafræði brautskrást Arna Steinunn Jóhannsdóttir, Hekla Mjöll Finnbogadóttir. Með MS-próf í líf- og læknavísindum brautskrást Hildur Rún Helgudóttir, Ragna Brá Guðnadóttir. Fjarstödd. Með MS-próf í sjúkraþjálfun brautskrást Andrea Þórey Hjaltadóttir, Bergljót Pétursdóttir, Edda Lúthersdóttir, Friðný María Þorsteinsdóttir, Guðrún Día Hjaltesteð, Helga Guðrún Egilsdóttir, Hjalti Valur Þorsteinsson, Hlynur Helgi Arngrímsson, Inga Arna Aradóttir, Ingibjörg Vaff Hafsteinsdóttir, Jóhanna Herdís Sævarsdóttir, Jón Gunnar Björnsson, Jóna Guðrún Baldursdóttir, Júlía Rut Ágústsdóttir, Leifur Auðunsson, Rakel Sunna Hjartardóttir, Sólbjört María Jónsdóttir, Stefán Ingi Jóhannsson,
Silvía Spillaert, Thelma Hjaltalín Þrastardóttir, Þór Davíðsson, Ægir Óli Kristjánsson. Með MS-próf í talmeinafræði brautskráist Gyða Elín Bergs, hún fjarstödd. Með MS-próf í faraldsfræði brautskráist Jamie Lynn Ontiveros. Með MPH-próf í lýðheilsuvísindum brautskrást Guðlaug Ingibjörg Þorsteinsdóttir, Margrét Þóra Einarsdóttir og Steina Gunnarsdóttir. Með MS-próf í iðnaðarlíftækni brautskráist Valdís Huld Jónsdóttir. Með kandídatspróf í læknisfræði brautskrást Alexander Sigurðsson, Alexandra Aldís Heimisdóttir, fjarstödd, Arna Kristín Andrésdóttir, Árni Arnarsson, Ásdís Björk Gunnarsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir, Birgitta Ólafsdóttir, Bryndís Björnsdóttir, Brynjar Guðlaugsson, Daniel Geir Karlsson, Dóra Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Einar Friðriksson, Eir Starradóttir, Erla Rut Rögnvaldsdóttir, Finna Pálmadóttir, Fjóla Ósk Þórarinsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir, Gyða Katrín Guðnadóttir, Hafþór Ingi Ragnarsson, Hekla Sigurðardóttir, Helena Sjang Jóhannsdóttir, Helga Líf Káradóttir, Herdís Hergeirsdóttir, Hlín Þórhallsdóttir, Hulda Hrund Björnsdóttir, Jóhannes Davíð Purkhus, Jón Karl Axelsson Njarðvík, Katrín Birgisdóttir, Lilja Dögg Gísladóttir, Ólöf Ása Guðjónsdóttir, Rósa Harðardóttir, Sigrún Jónsdóttir, Sigurður Ingi Magnússon og Sigurður brautskráist jafnframt með BA-próf í heimspeki frá sagnfræði og heimspekideild. Sólveig Bjarnadóttir, Stefán Broddi Danielsson, Stella, Súria Mjöll Aga Khan, Sveinbjörn Hávarsson, Tryggvi Ófeigsson, Valdimar Bersi Kristjánsson, Viktoría Mjöll Snorradóttir, Þorvaldur Bollason, Þórdís Ylva Viðarsdóttir og Þórey Bergsdóttir. Með BS-próf í geislafræði brautskrást Ársæll Ingi Guðjónsson, Ása Sif Guðbjörnsdóttir,
Birgitta Sif Jónsdóttir, Kári Steinn Þórisson, Kristlaug Vera Jónsdóttir, María Bára Arnarsdóttir, Sigrún Anna Pálsdóttir, Ugne Norgevitsjúte, Þórunn Björk Sigurðardóttir. Með BS-próf í lífeindafræði braut skrást Aldís María Antonsdóttir, Alexander Örn Kárason, Arna Kristbjörnsdóttir, Atli Már Magnússon, Árný Lára Þorsteinsdóttir, Ásgerður Hlín Þrastardóttir, Birta Kristín Stefánsdóttir, Elísabeth Kristína Mór Vang, Hafdís Björk Þórðardóttir, Hjalti Karl Hafsteinsson, Ragnheiður Olga Jónsdóttir, Sara Hákonardóttir, Steinar Bragi Gunnarsson, Svandís Davíðsdóttir, Una Sólveig Bergsteinsdóttir, Valeria de Sousa Coelho, Þórarinn Guðmundur Andresson, Þórey Lúðvíksdóttir, með BS-próf í læknisfræði braut skrást Aðalsteinn Dalmann Gylfason, Aníta Rut Kristjánsdóttir, Ásta Elva-Lía Hrafnkelsdóttir, Bjarni Hörpuson Þrastarsson, Brynhildur K. Ásgeirsdóttir, Dagný Ásgeirsdóttir, Dagur Friðrik Kristjánsson, Daniel Alexander Pálsson, Elín Dröfn Einarsdóttir, Elín Metta Jensen, Eygló Káradóttir, Fannar Bollason, Freyþór Össurason, Gissur Sigfússon, Guðrún Ólafsdóttir, Hafsteinn Örn Guðjónsson, Heiðrún Ósk Reynisdóttir, nei, hún er ekki viðstödd, þá er það Héðinn Össur Böðvarsson, Hugrún Lilja Ragnarsdóttir, Hörður Tryggvi Bragason, Ísold Norðfjörð, Jóhanna Guðrún Bergþórsdóttir, Jökull Sigurðarsson, Katrín Kristinsdóttir, Klara Brím, Kristján Veigar Kristjánsson, Líney Ragna Ólafsdóttir, Margrét Kristín Kristjánsdóttir, María Gyða Pétursdóttir, Nanna Sveinsdóttir, Ólafur Jens Pétursson, Ragna Kristín Guðbrandsdóttir, Sara Margrét Daðadóttir, Selma Rún Bjarnadóttir,
Sigríður Margrét Þorbergsdóttir, Unnur Lára Hjálmarsdóttir, Valdís Halla Friðjónsdóttir, Þóra Óskarsdóttir, Þórbergur Atli Þórsson, með BS-próf í sjúkraþjálfunarfræði brautskrást, Andri Páll Ásgeirsson, Aníta Sif Rúnarsdóttir, Arnór Gauti Haraldsson, Bergrún Gestsdóttir, Birta Hafþórsdóttir, Bjarni Geir Gunnarsson, Daði Fannar Sverrisson, Einar Már Óskarsson, Ellert Ingi Hafsteinsson, Guðný Hulda Valdimarsdóttir, Guðrún Marín Viðarsdóttir, Hildur Una Gísladóttir, Yngvi Steinn Jónsson Voge, Ísak Sigfússon, Jón Gunnar Kristjánsson, Karen Tinna Demian, Karitas Guðrún Fandal, Kristjana Ýr Þórðardóttir, Lilja Dögg Erlingsdóttir, Rakel Róbertsdóttir, Sara Benediktsdóttir, Sigríður Þórdís Pétursdóttir, Sigríður Elma Svanbjargardóttir, Sigurður Gylfi Ásgeirsson, Védís Gissuradóttir. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá læknadeild. Næst mun María Guðjónsdóttir, forseti matvæla- og næringarfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í matarvælafræði brautskrást Anna Þóra Hrólfsdóttir, Craig Douglas Klappkott, Eva Margrét Jónudóttir, Sif Hauksdóttir Gröndal, með BS-próf í matvælafræði brautskrást Arnar Þór Skúlason, Axel Sigurðsson, Þórey Anna Ásgeirsdóttir, með BS-próf í næringarfræði brautskrást Ada Kosika, Arna Rós Hall Arnarsdóttir, Ásdís Birta Auðunsdóttir, Bjarki Þór Jónasson, Edda Ósk Dufþaksdóttir, Elísa Pétursdóttir, Eva María Jónsdóttir, Hadda Margrét Haraldsdóttir, Hergeir Grímsson, Kristrún Haraldsdóttir, Sara Mist Gautadóttir og Stefán Ingvarsson. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá matvæla- og næringarfræðideild. Næst mun Urður Njarðvík, forseti sálfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í hagnýtri sálfræði, klínísk sálfræði, brautskrást Alexía Margrét Jakobsdóttir, Aníta Ósk Georgsdóttir,
Arna Jónsdóttir, Ágúst Pálsson, Berglind Sigmarsdóttir, Bergrún Mist Jóhannesdóttir, Kamilla Ann Stacey, Davíð Haraldsson, Erna Magnúsdóttir, Freyja Ágústsdóttir, Hildur Ýr Hilmarsdóttir, Karen Kristinsdóttir, María Björk Gunnarsdóttir, Róshildur Arna Ólafsdóttir, Sara Danielsdóttir, Svanhildur Ólöf Sigurðardóttir, Unnur Rún Sveinsdóttir. Með MS-próf í hagnýtri sálfræði, skólar og þroski brautskrást Ásta Guðrún Guðmundsdóttir, Sesselja Magnúsdóttir og Sólrún Sesselja Haraldsdóttir. Með MS-próf í hagnýtri sálfræði, megindleg sálfræði brautskráist Sigurbjörg Björnsdóttir. Með MS-próf í hagnýtri sálfræði, samfélag og umhverfi brautskrást Birkir Einar Gunnlaugsson, Emily Ann Jóhannsdóttir. Með MS-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskrást Þóra Óskarsdóttir, brautskráist Þóra Óskarsdóttir. Með BS-próf í sálfræði brautskrást Alfa Bærens Björgvinsdóttir, Andrea Jónína Jónsdóttir, Anna Dúna Halldórsdóttir, Anna Þorsteinsdóttir, Ari Alexander Fernández, Arnór Ingi Egilsson, Arnór Stefánsson, Athena Neve Lex, Atli Aron Davíðsson, Atli Valur Jóhannsson, Auður Ragnarsdóttir, Asra Krank, Ása Berglind Böðvarsdóttir, Ásthildur Lilja Stefánsdóttir, Berglind Björgvinsdóttir, Berglind Sunna Birgisdóttir, Birgitta Rós Skarphéðinsdóttir, Bjarni Valur Guðmundsson, Björk Steinunn Bardal, Bríet Lilja Sigurðardóttir, Brynhildur Ýr Jónsdóttir, Brynjar Magnús Friðriksson, Brynjólfur Haukur Ingólfsson, Dagný Kristjánsdóttir, Einar Karelsson, Elín Sjöfn Stephensen, Elísa Guðjónsdóttir, Elísabet Sigríður Guðnadóttir, Erna Björk Björgvinsdóttir, Friðrik Örn Emilsson, Gabriel Örvar Sigmarsson, Guðmundur Bernhard Jóhannsson, Guðmundur Karl Jónsson, Guðmundur Örn Sigþórsson, Guðný Eik Arnardóttir, Guðrún Karitas Sigurðardóttir, Guðrún Ósk Grettisdóttir, Hanna Bryndís Heimisdóttir, Haukur Svansson, Helena Líf Magnúsdóttir, Hildur Sigurðardóttir, Hilmar Benedikt Hilmarsson, Hjörvari fjarverandi, Hólmfríður Ásta Hjaltadóttir,
Hrafnhildur Arna Erlendsdóttir, Íris Ósk Bjarnadóttir, Ísar Vídalín Hrannarsson, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Jóhanna Rún Styrmisdóttir, Jón Björgvin Guðmundsson, Jón Ingi Hlinsson, Jóna Kolbrún Leifsdóttir, Karen Embla Guðmundsdóttir, Karl er fjarverandi, Kristín Anna Einarsdóttir, Kristján Hermannsson, Lára Jóhanna Jónsdóttir, hún er fjarverandi, Lilja Helgadóttir, Manon Anna Victoria Robertet, Margrét Unnur Jóhannesdóttir, Maríanna Hlíf Jónasdóttir, Marsibil Ósk Helgadóttir, Melkorka Arnarsdóttir, Michelle Marie Morris, Nóa Rólof, Ólafur Haukur Kristinsson, Páll Jakobsson, Ragnhildur Björk Ingvarsdóttir, Rúna Halldórsdóttir, Saga Ólafsdóttir, Saga Sól Kristínadóttir Karlsdóttir, Sandra Steinun Fafseth, Selma Dagmar Óskarsdóttir, Selma Rut Ómarsdóttir, Signý María Sigurðardóttir, Sigrún Erna Kristinsdóttir, Sigrún Sofía Halldórsdóttir, Sóley Anna Benónísdóttir, Sóley Berg Viktorsdóttir, Stefán Jón Pétursson, Tómas Ragnarsson, Tumi Kjartansson, Una Margrét Magnúsdóttir, Unnur Andrea Ásgeirsdóttir, Védís Elsa Guðmundsdóttir, Vignir Þorsteinsson, Viki Seguen Denótt, Þóra Kristín Ragnarsdóttir, Þórdís Kara Valsdóttir og Karen Ósk Lárusdóttir. Hún ekki, Karen Ósk. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá sálfræðideild. Næst mun Ellen Flosadóttir, forseti tannlæknadeildar, afhenda prófskírteini. Með kand- og odontpróf í tannlæknisfræði brautskrást Anita Rut Axelsdóttir, Greta Rut Bjarnadóttir, Karitas Björt Eiríksdóttir, Katrín Ugla Kristjánsdóttir, Maríanna Kristjánsdóttir, Marteinn Þór Pálmason, Ægir Benediktsson, með BS-próf í tannsmíði brautskrást Herdís Traustadóttir, Daniel Freyr Friðriksson, Lára Marí Jóhannsdóttir og Hlín Helgadóttir.
Og þá lokið brautskráningu kandidata frá tannlæknadeild og þar með brautskráningu allra kandidata fræðasviðsins lokið. Við höfum fengið hingað góðan gest sem söngvarinn Jónas Sig og mun hann nú flytja okkur 2 lög undir gítarundirleik Ómars Guðjónssonar. Gjörið svo vel. Komið sæl. Til hamingju með daginn, kæru kandidatar. Við Ómar ætlum að byrja á að spila fyrir ykkur lag sem heitir Milda hjartað. Eitthvað þarf að segja og finnst ég þurfa að teygja mig og finna einhvern stað. Milda hjartað, kaldur inn að beini, ekkert til að tengja við og þrái bara milda hjartað, milda hjartað. Stál brýnir stál og maður brýnir mann. Öll mín ófriðabá slöknuðu við milda hjartað, milda hjartað. Og ég sem vildi finna út úr öllu stund og stað, staðnæmdist við það milda hjartað. Milda hjartað,
milda hjarta, milda hjarta, milda hjarta, milda hjarta. Takk fyrir. Það mjög mikill heiður fyrir okkur Ómar að fá að vera með ykkur hérna í þessari athöfn, falleg athöfn. Og ég vil óska ykkur öllum aftur hjartana til hamingju. Og mér var svo mikið hugsað til þess þegar ég sjálfur byrjaði í háskóla og byrjaði nám. Stressið, fyrsta önnin, þegar maður var einhvern veginn ekki alveg viss hvort maður væri að fara að ráða við þetta. Og svo einhvern veginn komst maður í gang og svo heldur námið áfram og svo einhvern veginn útskriftin svo langt í framtíðinni. Muni ekki eftir þessu. Ekkert svo langt síðan. Bara eitthvað, vá, það er bara svo langt þangað til ég útskrifast. Svo einn daginn bara, hér og nú þið útskrifuð. Og mér langar að biðja ykkur að taka það inn. Í það sem maður gerir alltaf sem manneskja, að leið maður sko valla búin að nálgast það að ná markmiðinu sem maður búin að bíða eftir, að þá maður fara að hugsa næsta. Þannig að kannski þið farin að hugsa núna bara eitthvað, hvað verður erfitt að byrja að vinna og fara í gangi í atvinnulífinu og la. En ég ætla að biðja ykkur að bíða með það aðeins og nota daginn í dag bara til þess að klappa sjálfum ykkur á bakið og rifja upp þegar voru að byrja alla vinnuna, endalausu vinnuna sem að koma ykkur hingað sem þeir í dag. Og ég hlakka bara til að sjá ykkur koma út í að ég hugsa oft, ég veist oft þegar ég verð eldri, þá eftir sem ég verð eldri verð ég alltaf meira og meira hissa á því að samfélagið okkar virki. Bara hlutir virki, skilji, sem maður tekur sem sjálfsögðan hlut. Og eftir sem ég verð eldri þá skilja alltaf líka, það að því það svo margt gott fólk hérna úti sem að vaknar á morgnana og fer út í heiminn og lætur gott að sér leiða. Og nú bætist þið í þann hóp. Bara virkilega til hamingju. Og við ætlum að spila fyrir ykkur lag með þessari hugleiðingu og það lag heitir Hamingjan hér. Þannig að meðan við spilum það, þá er þetta að hugsa þetta. Hugsa það hvað þetta stór dagur í alvörinni. Ok, Ómar, byrja. Og þið megið syngja með. Ég veit ekki alveg hvort þið þorið í. Þetta ekki léttustu aðstæður sem við höfum spilað þetta lag, en það á samt alveg rosalega mikið erindi til ykkar. Akkurat núna. Og svo... Ég held að hamingja væri blekking sem kemur ríðandi á hestum eftir fjöruborðinu með braki og brestum færandi fenginn sinn öðrum. Ég sem held að hamingja væri ský sem fíflum öll á eftir vöknuð upp með útópíska næsku drauminn fyrir bí því enginn hamingjunar eppir. Hamingjan, hún hér, hún hér. Opnaðu hliðið
loftin blá. Af handa hófi lenti, saklausu fólki, já, öllum til óþarfa og ama. Ég sem hélt að hamingjan var í gubbum, uppfinning höfunda sápu. Óperanna og ísfólksins, rauðgnera bókmenntanna í kápu. Nú megið þið syngja með okkur. Eru þið til í það? Við prófa. 1, 2, 3 og hamingjan, hún er hér, hún er hér. Hamingjan, hún er hér, hún er hér. Má ég reisna? Hún er hér. Er ekki að finna þetta? Hún er hér, hún er hér. Og eins enn hamingjan, hún er hér, hún er hér. Hamingjan, hún er hér, hún er hér. Til hamingju. Þökkum Jónasi Sig og Ómari Guðjónssyni fyrir frábæra tónlistarflutning. Þá höldum við áfram brautskráningu kandidata og nú komum við að hugvísindasviði. Ólöf Garðarsdóttir, forseti fræðasviðsins, stýrir nú brautskráningu kandidata frá deildum þess. Að þessu sinni eru brautskráðir 298 kandidatar frá öllum 4 deildum hugvísindasviðs. Fyrst mun Sólveig Anna Bóasdóttir, forseti Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í guðfræði brautskrást Alfreð Örn Finnsson, fjarverandi, Pétur Ragnhildarsson. Með MAG-teól í guðfræði brautskrást Hafdís Davíðsdóttir og Laufey Brá Jónsdóttir. Með MA-próf í guðfræði brautskráist Halldór Nikulás Lárusson. Hann er fjarverandi. Með BA-próf í trúarbragðafræði, fyrirgefðu. Með BA-próf í guðfræði brautskráist Bjarki Geirdal Guðfinnsson. Með BA-próf í guðfræði djáknanám brautskráist Vilborg Ólöf Sigurðardóttir. Hún er fjarverandi. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá Guðfræði- og trúarbragðafræðideild. Næst mun Torfi Tulinius, forseti Íslensku- og menningardeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu brautskráist Almar Ormarsson, Sóley Frostadóttir er fjarverandi. Með MA-próf í íslenskri málfræði brautskráist Oddur Snorrason. Með MA-próf í íslenskri miðaldafræði brautskráist Sophie Antonia Kass. Með MA-próf í máltækni brautskráist Bjarni Barkarsson. Og með MA-próf í norrænum víkinga- og miðaldafræðum brautskráist Jan Martin Jürgensen. Með MA-próf í ritlist brautskrást Ingunn Lára Kristjánsdóttir, Ólöf Sverrisdóttir, Þuríður Sóley Sigurðardóttir
og Örvar Smárason. Með MA-prófi í þýðingarfræði brautskrást þau Arndís Lóa Magnúsdóttir, Derek Terrell Allan og Julie Rose Summers, hún fjarverandi. Með BA-prófi í almennri bókmenntafræði brautskrást Anna Rós Árnadóttir, Anna María Björnsdóttir, Petra Ísold Bjarnadóttir, Steinunn Rósa Sturldóttir, Tómas Helgi Baldursson og Unnur Steina Knarran Karlsdóttir. Með BA-prófi í almennum málvísindum brautskrást Eva Ragnarsdóttir Kamban, Eva Hrund Sigurjónsdóttir, Iðunn Kristínardóttir, Kristín Björg Björnsdóttir, Lísa Mikaela Gunnarsdóttir. Síðan komið að BA-prófi í íslensku. Með þá gráðu brautskrást Birgitta Björg Guðmarsdóttir, Birta Mar Jónsdóttir, Bjarnveig Björk Birgisdóttir, Diljá Þorbjargardóttir, Katrín Alfa Snorradóttir, en hún brautskráist einnig með BA í ensku. Kristrún Ósk Óskarsdóttir sem einnig brautskráist með BA í klassískum málum. Magnús Jochum Pálsson, Oddur Pálsson, Óttar Kolbensson Proppe, Snorri Másson, Sunna Dís Jensdóttir, Valgerður María Þorsteinsdóttir og Þorbjörg Saga Ásgeirsdóttir. Þá komið að BA-prófi í íslensku sem öðru máli. Með þá prófgráðu brautskrástu Julián Kristófer Mendoza, Laura Andrea López Estrada, Medot Casaún Alemayo, Sergei Kjartan Tanamov, hann fjarverandi, Títai Ha Nguyen. Og með BA-prófi í kvikmyndafræði brautskrást þau Andri Snær Helgason, Arína Vala Þórðardóttir, Guðrún Katrín Snædal, Harpa Hjartardóttir, Jóna Greta Hilmarsdóttir og Svanur Páll Ísfeld Vilhjálmsson. Með BA-prófi í listfræði brautskrást Friðrik Hjartar, Helena Reynisdóttir, hún fjarverandi, Helga Jóakimsdóttir, Odda Júlía Snorradóttir, Sigurjón Árni Eyjólfsson, Sunna Dagsdóttir og Þorsteinn Freyr Fjölnisson. Og með BA-prófi í táknmálsfræði og táknmálstúlkun brautskráist Erna Hrönn Ólafsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá íslensku menningadeild. Nærsmín Oddný Guðrún Sverrisdóttir, forseti mála- og menningardeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-prófi í bókmenntum, menningu og miðlum brautskráist Amy Ann Kennedy. Með MA-próf í spænskukennslu brautskrást Bryndís Stefánsdóttir og Þórhildur Eyþórsdóttir. Og með tvöfalt próf í grísku og latínu brautskráist Sólveig Hrönn Hilmarsdóttir. Með BA-próf í ensku brautskrást þau Birta Rós Sigurðardóttir, Björgvin Viktor Ferseth, Birgit Niambúra
Drake Levance Owens. Hafrún Ósk Hafsteinsdóttir. Hallberg Brynjar Guðmundsson. Heidi Fjelde Lima. Isabella Alexandra Óskarsdóttir. Jóna Kristín Óttardóttir Hessler. Katrín Rós Finnsdóttir. Laura Dawn Mikkelsen. Meltem Olkun. Samuel Hogarth. Snorri Sigurðsson. Snædís Ólafsdóttir. Sunna Mjöll Valdimarsdóttir. Silvía Sól Gerdal Pétursdóttir og Vilborg María Ísleifsdóttir. Með BA-próf í frönskum fræðum brautskráðist Nina Paulette Flavia Vermont. Með BA-próf í ítölsku brautskráðst þau Matthías Geir Pálsson og Þórhildur Einarsdóttir. Með BA-próf í japönsku máli og menningu brautskráðst Andrea Arnarsdóttir, Bára Bingvarsson Jóhannesdóttir, Bjarni Heiðar Jóhannesson, Harvey Sharp, og með BA-próf í kínverskum fræðum brautskráðist Lilja Jasmín Mekiat. Með BA-próf í rússnesku brautskráðst þeir Horatius Thomas Bedrek, Hringur Ásgeir Sigurðsson, hann fjarverandi, og með BA-próf í þýsku brautskráðst þau Noriko Abe og Sif Björk Hilmarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá mál- og menningardeild. Næst mun Steinunn Kristjánsdóttir, forseti sagnfræði og heimspekideilda, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í fornleifafræði brautskráðist Svavar Nílsson. Með MA-próf í hagnýtri fornleifafræði brautskráðist Ómar Valur, hann fjarverandi. Með MA-próf í hagnýtri menningarmiðlun brautskráðst þau Adda Steina Haraldsdóttir, Birna Helena Klausen, Fjóla K. Guðmundsdóttir, Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, Jóna Ástudóttir og Þorgerður Ása, hún fjarverandi. Þetta Þorgerður Ása, fyrirgefðu, Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Með MA-próf í heimspekikennslu brautskráðst þau Heiðar Högni Guðnason, hann fjarverandi, og Katrín Pálmadóttir Þorgerðardóttir. Með MA-próf í miðaldafræði brautskráðist Bjarni Ólafsson. Með MA-próf í sögukennslu brautskráðist Ari Guðni Hauksson. Með MA-próf í fornleifafræði brautskráðst þau Bryndís Súsanna Þórhaldsdóttir, hún fjarverandi, Jóhanna Valgerður Guðmundsdóttir og Snædís Sunna Thorlacius. Með BA-próf í heimspeki brautskráðst þau Anton Sturla Antonsson, hann fjarverandi, Eggert Georg Tómasson, Leo Smári Gunnarsson og Unnur Jónsdóttir. Með BA-próf í sagnfræði brautskráðst þau Ari Brynjarsson, Atli Þór Kristinsson, Ástríður Anna Kristjánsdóttir, Högni Gretar Kristjánsson, Páll Halldórsson, Sveinn Sæmundsson fjarverandi og Urður Egilsdóttir.
Þá lokið brautskráningu kandidata frá sagnfræði og heimspekideild. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá deildum hugvísindasviðs og næst mun Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 556 kandidatar frá öllum 4 deildum fræðasviðsins. Fyrst mun Freyja Hreinsdóttir, forseti deildar faggreinakennslu, afhenda prófskírteini. Með M.Ed. próf í kennslu íslensku brautskrást Hjalti Freyr Magnússon og Hjörvar Gunnarsson. Með M.Ed. próf í kennslu náttúrugreina brautskráist Elsa Björk Guðjónsdóttir. Með M.Ed. próf í kennslu samfélagsgreina brautskrást Atli Rafnsson, Dagmar Ólafsdóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Kristey Lilja Valgeirsdóttir, María Hödd Lindudóttir, Sandra María Bergþórsdóttir, Sandra Óskarsdóttir, Sófía Jóhannsdóttir og Valdimar Unnar Jóhannsson. Með M.Ed. próf í kennslu stærðfræði brautskráist Dagbjört Sævarsdóttir. Með M.S. próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Sólveig Sanchez. Með M.T. próf í kennslu erlendra tungumála brautskrást Amanda Mist Pálsdóttir, Ásta Ósk Þorvaldsdóttir, Hanna Klara Minshöll, Lilja Dröfn Bjarnadóttir og Ólaug Daðey Pétursdóttir. Með M.T. próf í kennslu íslensku brautskrást Lára Antonía Halldórsdóttir, Nína Jenny Kristjánsdóttir og Torfi Guðbrandsson. Með M.T. próf í kennslu list- og verkgreina brautskrást Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir, Hafrún Ír Halldórsdóttir, Halla Jónsdóttir, Jóhanna Bríet Helgadóttir, María Jónsdóttir, Sigríður Margrét Vigfúsdóttir, Sigrún Óskarsdóttir, Sjöfn Óskarsdóttir, Sophie Louise Webb, Theodóra Jóna Guðnadóttir og með M.T. próf í kennslu náttúrugreina brautskrást Fjóla Verónika Guðjónsdóttir, Kolbrún Gísladóttir, Kristín Sif Jónínudóttir og Linda Björk Kvaran. Með M.T. próf í kennslu samfélagsgreina brautskrást Birta Rún Jóhannsdóttir, Elín Árnadóttir, Elín Ása Magnúsdóttir, Elisabeth K. Kristmundsdóttir, Erna Valdísdóttir, Ingibjörg Rún Sumarliðadóttir, Jessi Friðbjarnardóttir, Karen Ósk Guðlausdóttir, Katrín Ósk Eyjólfsdóttir, Margrét Hreinsdóttir, Maríam Holton, fjarverandi, Sigþrúður Theodóra, Sólborg Ír Sigurðardóttir, er þá næst Unnur Ír Sveinsdóttir, Valdís Hildur Fransdóttir og með M.T. próf í kennslu stærðfræði brautskrást Eydís Eva Einarsdóttir og Jóanna Tsvetanova Berkova. Með M.T. próf í kennslu upplýsingatækni og miðlunar brautskrást Birna Friðgeirsdóttir, Sigurrós Ragnarsdóttir. Með M.T. próf í menntun framhaldsskólakennara brautskrást Dóra Dögg Kristófersdóttir, Dögg Gunnarsdóttir, Hrönn Óskarsdóttir, María Ágústsdóttir og með Tórun Jónsdóttir, Stella Björk Fjellsteð. Með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál brautskráist Gísli Skúlason. Þá vantar prófskírteini.
Gísli Skúlason brautskráist með B.Ed. í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál og Kristín Björg Þorsteinsdóttir, María Skúladóttir, Rannveig Hlín Jóhannsdóttir og með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku brautskráist Aníta Hinriksdóttir, Edda Björk Vastal, Elísabet Einarsdóttir, Hafdís Helga Bjarnadóttir, Ragnheiður Birna Daníelsdóttir og Þórunn Stefánsdóttir. Með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á list- og verkgreinar brautskráist Berglind María Ólafsdóttir, Irma Dögg Toftum og Líf Anna Harðardóttir. Með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar og upplýsingatækni brautskráist Baldvin Ingimar Baldvinsson og Fjóla Sigurðardóttir. Með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á samfélagsgreinar brautskráist Birta Jónsdóttir, Dagmar Ír Sigurdórsdóttir, Elínborg Eir Sigurfinnsdóttir, Sólveig Eggersdóttir og Vilhjálmur Pálmi Snædal. Með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði brautskráist Agnes Eik Sigurjónsdóttir, Alda Þyrí Þórarinsdóttir, Andrea Laufey Hauksdóttir, Berglind Ernudóttir, Elva Ingvadóttir, Elísabet Blöndal, Engdúl Súk-Sorik Merget, Hulda Dís Þrastardóttir, Kristófer Gautason, Marino Axel Helgason, Rakel Lind Ragnarsdóttir og Sólrún Sigþórsdóttir. Með B.Ed. próf í kennslufræði verk- og starfsmenntunar brautskráist Gyða Ólafía Friðbjarnardóttir. Þá lokið brautskráningu kandídatar frá deild faggreinakennslu. Þá mun Ársæll Már Arnarsson, deildarforstjóri deildar heilsueflingar, íþrótta og tómstunda afhenda prófskírteini frá deildinni. Með M.Ed. próf í heilsueflingu og heimilisfræði brautskráist Nína María Gústafsdóttir. Með M.Ed. próf í íþrótta og heilsufræði brautskráist Gunnar Ásgeir Halldórsson og Jóna Helena Bjarnadóttir. Með M.Ed. próf í tómstund- og félagsmálafræði brautskráist Selma Erla Serdagoglu. Með M.T. próf í heilsueflingu og heimilisfræði brautskráist Árný Rún Guðnadóttir, Eva Hannesdóttir, Karen Óskarsdóttir og Ragnheiður Helgadóttir. Með M.T. próf í íþrótta- og heilsufræði brautskráist Axel Örn Sæmundsson, Davíð Ólafur Davíðsson, Gunnar Andri Pétursson, Heiðar Pétur Halldórsson, Matthías Már Heiðarsson og Sesselja Anna Óskarsdóttir. Með B.A. próf í tómstund- og félagsmálafræði brautskráist Adísa Mesetovic, Aðalbjörg Runólfsdóttir, Andrea Ósk Þorkelsdóttir, Áslaug Ír Þórsdóttir, Berglind Björk Arnfinnsdóttir, Bjarnveig Dagsdóttir, Brynhildur Kjartansdóttir, Ella Pamela Leonen Marquez, Greta Sóley Arngrímsdóttir, Haukur Örn Halldórsson, Ingveldur Lúvísdóttir Gröndal, Jóna Guðbjörg Ágústsdóttir, Jóna Skeving Steindórsdóttir, hún fjarverandi, Júlía Skeving Steindórsdóttir, Margrét Nílsdóttir, María Lilja Fossdal, Pála Katrín Pálmadóttir, Fúrbú Dolma, Sandra Ósk Ingvarsdóttir, Sara Linneth Lovísudóttir Kastaneda, Sigríður Vigdís Þórðardóttir, Sólveig Ásbjarnardóttir, Vilborg Harðardóttir og Þráinn Orri Jónsson. Með B.Ed. próf í heilsueflingu og heimilisfræði brautskráist Anna Elísabet Jóhannsdóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Guðbjörg Ír Ingólfsdóttir og Matthildur Ósk fjarverandi. Með B.S. próf í íþrótta- og heilsufræði brautskráist Adam
Sigurðsson, Alex Ricardo Sigurbjörnsson, Atli Thor Arensen, Berdís Sigurðardóttir, Birgitta Lind Skeving, Bjarki Rúnar Kristinsson, Elvar Þorri Jóhannsson, Erla Margrét Leifsdóttir, Erla Rut Sigurðardóttir, Harpa Rós Bjarkadóttir, Helga Jóna Svansdóttir, Hákon Ingi fjarverandi, Ísak Atli Hilmarsson, Júlíus Arnar Pálsson, Katrín Arna Kjartansdóttir, Kolbrún Gréta Guðmundsdóttir, Kristín Lilja Sigurjónsdóttir, Lára Lárusdóttir, Margrét Hjörleifsdóttir, María Rún Björgvinsdóttir, Mílos Júkovits, Rakel Arna Guðlusdóttir, Rannveig Harpa Jónþórsdóttir, Sara Huld Örlygsdóttir, Sigrún Dís Bjarnadóttir, Silja Björg Kjartansdóttir, Snorri Heiðar Andrésson, Sumarliði Páll Sigurbergsson, Svandís Helga Hjartardóttir, Viktor Daði Sævaldsson, Ímir Guðmundsson og Þórhildur Vala Kjartansdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Þá mun Kristín Jónsdóttir, deildarforseti deildar kennslu og menntunarfræði, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með M.Ed.próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Hrefna Rún Guðbjörnsdóttir, Sigrún Birna Sigurðardóttir, Sóley Bjarnadóttir, Svanhildur T. Bryngersdóttir og Tinna Heiðdís Elíasdóttir. Með M.Ed.próf í leikskólakennarafræði brautskrást Díana Lind Sigurjónsdóttir, Elín Freyja Eggertsdóttir, Gunnar Kristinn Þorgilsson, Sara Ívonne Ingþórsdóttir og Svava Kristín Þorsteinsdóttir. Með M.Ed.próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Emilía Lilja Gilbertsdóttir, Fríða Kristín Hannesdóttir, Hanna Rún Ingólfsdóttir, Lea Valdís Bergsveinsdóttir, fjarverandi Þórhildur Ýr Arnardóttir, Þórhildur Sif Þórmundsdóttir og Ösp Jónsdóttir. Með M.Ed.próf í stjórnun menntastofnana brautskrást Ingibjörg Eyrún Bergvinsdóttir, Lára Bergljót Jónsdóttir og með M.T.próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Birgitta Ösp Einarsdóttir, Helga Björg Flóvensdóttir Jóhansen, Kolbrún Fríður Gunnarsdóttir, fjarverandi, Kristín Björk Hallvarðsdóttir, Lilja Sif Bjarnadóttir, Lísa Mjöll Ægisdóttir, Margrét Anna Atladóttir, Nína Ósk Kristinsdóttir, Nína, Sólrún Þrastardóttir, og Svanhildur Lilja Svansdóttir. Með M.T.próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskrást Elvar Heiðarsdóttir, Guðrún Sveinsdóttir, Íris Rut Sigurbergsdóttir, Jenny Ósk Óskarsdóttir, Margrét Helga Pálsdóttir, Ólöf Birna Jensen, Selma Rut Iqbal, Sigurbjörg Ólína Jónsdóttir og Steinun Ýr Jónsdóttir. Með M.T.próf í leikskólakennarafræði brautskrást Baldvina Björk Jóhannsdóttir,
Elín Margrét Rafnsdóttir, Guðrún Ósk Ásmundsdóttir, Herdís Gunnlaugsdóttir Hólm, Hildur Grétarsdóttir, Íslefur Örn Garðarsson og Jóna Kristín Jónsdóttir. Með MT-próf í menntun án aðgreiningar brautskráist Madhuvante Kumari Aberathna. Með MT-próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Bryndís Hól, Bylgja Eybjörg Arnarsdóttir, Eva María Örnólfsdóttir, Eyrún Björk Einarsdóttir, Guðrún Rakel Svandísardóttir, Hallfríður Guðný Ragnarsdóttir, Heiða Kristín Másdóttir, Helga Hrund Bjarnadóttir, Jóhanna Kristbjörg Helgadóttir, Karen G. Elisabethardóttir, Marie-Flor Cuisson de Lima, Sigurbjörg Eva Egilsdóttir, Sigurður Ólafsson og Túi Hirf. Með B1-prófi í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Ásdís Birna Bjarnadóttir, hún fjarverandi, Eva Berglind Ómarsdóttir, Hlín Guðnadóttir, Kristín Marín Holm, Rósa Maggi Gunnarsdóttir, Sandra Ír Gísladóttir, Selma Blöndal Pálsdóttir og Þóra Guðrún Jónsdóttir. Með B1-prófi í leikskólakennarafræði brautskrást Agnieszka Marsena Búrosevska, Arnar Þór Hafsteinsson, Berglind Guðmundsdóttir, Brynja Guðbrandsdóttir, Brynja Hjörleifsdóttir, Elva Hrönn Alfreðsdóttir, Franziska Guðrún Hoffmann, Guðrún Ósk Einarsdóttir, Hanna Einarsdóttir, Helga Kamila Birgisdóttir, Hjördís Skúladóttir, Ingibjörg Sólrún Ágústsdóttir, Jóhanna Lind Brynjólfsdóttir, Jóhanna Lind Þrastardóttir, Kristín Tryggvadóttir, Lilja Kristín Gísladóttir, Lovísa Rut Lúðvíksdóttir, María Davies, Marta Kristín Jónsdóttir, Rakel Eyvinsdóttir, Rannveig Iðunn Ásgeirsdóttir, Sandra Valsdóttir, Sanja Kovačević, Sara Rós Dangardóttir, Sigríður Harpa Benediktsdóttir, Unnur Elva Traustadóttir, Valgerður Agla Maríudóttir og Tsenka Mótlófa. Þá lokið brautskráningu frá deild kennslu og menntunarfræði. Næst mun Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, deildarforseti deildar menntunar og margbreytileika, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-prófi í uppeldis- og menntunarfræði brautskráist Elín Helga Björnsdóttir. Með M1-próf í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans brautskrást Adela Marcela Turlói, Árdís Flóra Leifsdóttir, Ólafur Björnsson og Svanhildur Margrét Ólafsdóttir. Með B-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræðum brautskrást Baby Joy Monares Salientes, Lorena og Becca Sebeda. Með B-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Agnes Helgadóttir, Aldís Þorvaldsdóttir, Alexandra Bjarkadóttir, Andrea Marí Kristín Jakob, Birgitta Kristín Bjarnadóttir, Björk Gísladóttir, Dagný
Elínborg Anna Jóhannsdóttir, Erla Ósk Guðmundsdóttir, hún fjarverandi, Erla Hrund Gunnarsdóttir, Halldóra Magnúsdóttir, Hólmfríður Rún Guðmundsdóttir, Júnía Kristín Sigurðardóttir, Lára Björk Ingvarsdóttir, Linda Kristín Smáradóttir, Jiridóna Osmani, Margrét Ástrós Gunnarsdóttir, Ragnheiður Eva Kristinsdóttir, Rúna Björg Ársælsdóttir, Sigrún Vastal Bjarnadóttir, fjarverandi Sigrún Dís Tryggvadóttir og Úlpíana Morína. Með BA-próf í þroskaþjálfafræði brautskrást Aðalheiður Rósa Harðardóttir, fjarverandi Andrea Rut Birgisdóttir, Anna María Snorradóttir, Auður Tinna Hlynsdóttir, Ásgerður Júlía Ágústsdóttir, Berglind Brynjarsdóttir, Dagný Davíðsdóttir, Dagný, Elín Sumarrós Davíðsdóttir, Erna Björk Ingadóttir, Gerður Harðardóttir, fjarverandi, þá það Guðmunda Ósk Þórhallsdóttir, Guðrún Ósk Gunnarsdóttir, Guðrún Elva Níelsdóttir, Guðrún Sunna Sigurjónsdóttir, Harpa Lilja Björnsdóttir, Hlöðver Sigurðsson, Ingibjörg Ólafsdóttir, Ingunn Embla Kjartansdóttir, Íris Ingþórsdóttir, fjarverandi Katrín Ósk Guðlausdóttir, Kristín Helga Kristinsdóttir, Kristín Ösp Sigurðardóttir, Kristín Eva Þórhallsdóttir, Magdalena Katrín Sveinsdóttir, María Erla Finnbjörnsdóttir, María Ísrún Hauksdóttir, Roxana Maribel Pulace, Sara Ósk Þórisdóttir, Selma Faraðsdóttir Svæki, Sigríður Lena Sigurbjarnardóttir, Sigríður Vigdís Gylfadóttir, Sigurmón Hartmann Sigurðsson, Sunna Rut Guðnadóttir og Valgerður Unnarsdóttir. Þá lokið brautskráningur frá deild menntunar og margbreytileika og þar með lokið brautskráningu frá menntunarsviði. Þar með lokið brautskráningu kandidata. Hjartanlega til hamingju með þennan þýðingarmikla áfanga. Nú skulið þið gefa ykkur gott klapp. Góðu gestir, nú komið að kveðju kandidata og mun Valdís Huldi Jónsdóttir ávarpa samkomuna fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel. Rektor, forsetar fræðisviða, deildarforsetar og kæru kandidatar. Til hamingju með daginn ykkar, daginn okkar. Fyrir hönd kandidata vil ég þakka þeim sem hafa staðið við bakið á okkur á vegferð okkar. Kennurum og öðru starfsfólki Háskóla Íslands, að ógleymdum fjölskyldum og öðrum bakhjörlum okkar sem eflaust nýta tímann og undirbúa veislurnar heima. Ég vil eins og að nýta tímann í dag með ykkur til að tala tækifæri og tengsl. Ég heiti Valdís Jónsdóttir og er nú með staðfestingu í höndunum á því að hafa lokið meistaranámi við iðnaðarlíftækni og þar með hluti af fyrsta útskriftarárganginum úr þessu námi.
Ég heyrði fyrst námið í vísindafærð hjá Alvatak á svæði Vísindagarða Háskóla Íslands í Vatnsmýrinni. Ég var á þessum tíma í leit að framhaldsnámi sem myndi henta mér, en námið í iðnaðarlíftækni var alveg nýtt samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Alvatak. Strax eftir kynninguna var ég alveg viss og sannfærð að þetta væri það sem ég hefði verið að leita að, svo ég tók stökkið. Háskólanám undirbúningur fyrir lífið, framtíðina og það svo miklu meira innifalið í því heldur en bara læstur yfir bókum. Efling samstarfs milli Háskóla Íslands og atvinnulífsins grunnur þess að geta byggt sterkt tengslanet, miðlað reynslu og þekkingu. Þetta nám hefur veitt mér ótal tækifæri og einnig hef ég átt þess kost að læra af fólki sem starfar sjálft hjá fyrirtækinu. Sá aðgangur hefur skipt sköpum fyrir mig og námið býður upp á mikið af valtímum sem gaf mér færi til að mynda tengsl við nemendur í öðrum fögum og öðrum brautum. Til þess að geta haldið þessum tengslum, elt tengingarnar og gert námið sýnilegra gagnvart vinnumarkaðinum, stofnuðum við nemendafélag sem heitir Kímera. Nemendafélagið hét því að taka við utangarðsmeistaranemum sem hefðu áhuga á að tengjast, en nafnið Kímera merkir einmitt blendingur og notað lífverur sem samanstanda af fleiri en einu erfðaefni. Og þeir sem sæki þetta nám jafn fjölbreyttir og þeir margir. En þetta ekki eina tækifæri sem ég hef sótt síðasta árið. Sálfræðiþjónusta háskólanema og ritvél Háskóla Íslands hafa einnig verið gagnlegir viðkomustaðir, svo eitthvað sé nefnt. Það svo margt sem stendur okkur til boða. Tækifærin allstaðar, svo lengi sem þú sækir í þau og möguleikarnir endalausir. Kæru kandidatar, ég vona að þegar þið gangið hér út í dag hamingjusöm með vel verðskuldaðan árangur hjá ykkur í Háskóla Íslands að þið látið ekki staðar numið, heldur haldið áfram að ýta á eftir þeim tækifærum sem bjóðast ykkur í skóla lífsins. Til hamingju með daginn. Við þökkum Valdísi Huldu Jónsdóttur kærlega fyrir kveðju kandidata. Góði gestir, nú tekum við tónlistarflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 2 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn, gjörðu svo vel. Say
Góði gestir, gjöra svo vel að rísa úr sætum og takið undir með kórnum í laginu Ísland, ögrum skorið. Góðu gestir, þá er komið að lokum þessar hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem brautskrafast hér í dag, fjölskyldu ykkar, vinum innilega til hamingju með áfangann. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allra farsældar í framtíðinni. Þar með segi þessari brautskráningu athöfn lokið, en ég vil biðja ykkur að halda kyrrum fyrir í sætum þar til rektor og fylgdalið hafa gengið úr salnum og einnig að yfirgefa salinn og húsið út sama inngang og þið komið inn. Eigið góðan dag.